En á minni fjölskyldu að þá má segja að svona samfélagsleg vandamál hafi kannski hrannast á herðar fólk sem hafi ekki tækifæri til þess að tækifæri til þess að vinna úr þeim eða vita í raun og veru svona hvað að koma fyrir þau að einhverju leyti sko. Sem að bergmálar að sjálfsögðu áfram niður í mína kynslóð og ég held að ég sé ekki einstæð það. Af því sögðu að þá að sjálfsögðu eru alls konar events sem að myndu kannski demonstrita sérstaklega hversu alvarlegt ástandið en það sem erfitt við að tala svoleiðis hluti í nútíma samfélagi persónugerving þessara vandamála, þú veist. Geðsjúkdómar spretta upp í fátækt, þú veist, ofbeldishegðun sprettur upp þegar fólk sett í stöður eins og í Afríku og Indlandi, það sem að þarf að vera að berjast fyrir lífi sinni eins og rottur, þú veist, og þannig að það voru, þú veist, það var að drykkja svona fyrstu árin, það sem verið að self-medicata sig, þú veist, og það fer úr böndunum og það var alls konar hlutir sem maður sá, þú veist, sem voru skrýtnir fyrir lítið barn að sjá, þú veist, koma kannski 30 ára labbandi inn í stofu og mamma henni með risastórt glóðurja og stjúpiðin líka og það er bjór út allt og sígarettustöpar út allt og maður svona fréttir að bíllinn sé út í á og svo maður eitthvað svona að púsla þessu fer eitthvað aftur inn í herbyggi sitt í Lego og fer svona eitthvað að púsla þessu saman við hvað sé að gerast sko. Þannig að maður byrjaði kannski með snemma að observa pathológiskar aðstæður og þú veist, svo verða allir edrú og svo tekum við eitthvað annað, þú veist, vottar Jehóva sem að það var á sínum tíma, þú veist, trú og samfélag sem að fjölskyldan fór inn í á þeim tíma þar sem er svo algjörlega önnur svona dýnamík sem að mörguleyti ég hefði ekki valið mér að vera þar sko. Nei. Getum orðað þannig. Þannig að þið fóruð inn í það bara sem fjölskylda bara yngust. Já, eða mamma fer inn í það að koma einhverju bóðberar fagnaðar erindisins og segja henni sannleikann og hún bara fyllið sannfæringu að svo sé og eftir það þá var það einhver svona trúarrammi sem við áttum að lifa inn í. Og hvað varstu gamall á þessum tíma svona cirka? Ætli hafi ekki verið 4, 5, 6, þetta er svona, tekur svona einhver tíma þarna. Þannig að þú hefur verið bara, ok, mamma segir að þetta sé rétt og varstu þá bara... Nei. Þú hefur verið bara að efast það, mannst eftir því. Ég veit ekki eins og hvort ég hugsaði það djúpt, sko. Það var oft bara tilfinning, ég bara nefndi ekki að vera þarna og hlusta á það. Það bara tengdi ekki við þetta. Þannig voru þið 2 systkinin? Rund 2. Systir mín er 2 árum yngri en ég. Og eru þau ennþá í vottunum eða? Mamma og 2 yngri systir mínar eru í vottunum. Og hvernig fannst þér að alast upp í þessu? Þú hefur væntanlega verið látin mæta þarna með og þú veist. Mér fannst það svona ákveðin huglæg pynting, sko. Það er náttúrulega mjög svona yfirgengilegt að þú vilt ekki taka þátt í einhverju. Þú veist, versus það að vilja taka þátt í einhverju er náttúrulega bara 2 mjög mismunandi hlutir. Og ég sem barn hafði ekki áhuga á því að 3 sinnum í viku setjast niður til að lesa kafla úr biblíunni og lesa svo útskýringarefni það hvernig ég átti að skilja það og svo fara að lifa eftir öllum þessum reglum eins og þær voru útskýraðar af þeim sem túlkuðu biblíuna fyrir mína hönd niður í lítil smáatriði eins og klæðnað eða samskipti eða hvað, þú veist, hvar djöfullinn mögulega geti leynst í hvaða hotni á hverju stundi, sko. Það var svona eða fara í jakkaföt svo á einhverju samkomur í kjölfarið til þess að flytja einhverja ræður hvernig maður er að bera áfram boðskap Jesú Krist sem að þau útskýra að hann sé, þú veist, þetta er alveg svona bootcamp í doktrín. Já.